Ég ætla að tala svolítið hátt og ég ætla að valsa svolítið það er svo vantar, svo langt frá okkur ef ég hérna aftan púltið. Ég hér, eins og takk eftir sérfræðingur frá heilbrigðisráðuneytinu, en það einmitt merki það að í þessum stýrihóp sem leiddur á félagsmálaráðuneytinu, þá erum við að sjá þessa sameiginlega ábyrgð sem liggur í stjórnarráðinu varðandi þessi málefni. Og í dag ætla ég að kynna fyrir okkur hugmyndir okkar í stýrihópnum, ekki tillögur, því að í dag við vildum ekki vera búin að geirnegla neitt niður, því að við vildum nota daginn í daginn til að heyra, hlusta og læra, þannig að tillögur okkar yrði betri og raunhæfari. Þessi stýrihópur kom út úr þessari sömu vinnu og við vorum að tala fyrir í dag sem að fór af stað hjá Reykjavíkurborg með málþinginu sem var þarna í ágúst eða september í fyrra. Og í framhaldi af því þá var stofnaður þessi stýrihópur í nóvember í fyrra og verkefni okkar þá var að tala húsnæðisvanda, dagdvöl, bætt aðgengi að meðferð vímuefnavanda og fjölgun áfangaheimila, atvinnutækifærum, hjúkrunarrými fyrir eldra fólk sem heimilislaust og bæta málsmeðferðartíma. Þetta var ekki lítil verkefni. Og í hópnum sitja fulltrúar Birna Sigurðardóttir frá félagsmálaráðuneytinu leiðir hópinn, Sigríður Dóra Magnúsdóttir fyrir hönd Heilsugæslu höfuðborgarinnar og Halldór Kristinn Júlíusson fyrir hönd Reykjavíkurborgar, Hlynur Már Erlingsson fyrir Samband íslenskra sveitarfélaga og Rannveig Einarsdóttir fyrir Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Og þessi hópur, í þessum hópi situr fólk sem hefur reynslu af vinnu með þessi málefni bæði hérlendis og erlendis. En við getum ekki vitað allt. Þannig að við höfum einnig leitað samráðs og það má alltaf leita betri samráðs og ítarlegra en hér erum við stödd í dag og við erum ekki búin, við erum bara rétt að hugsa og byrja. Mér langar aðeins að staldra svolítið við þessa glæru áður en ég fer í hugmyndirnar okkar til að setja hlutin í samhengi. Eitt af því mikilvægi mitt sem kom fram á þessum fundi var að tala ekki nauðungarsfólk eins og við höfum talað í dag. Þetta fólk sem á ekki heimili eða einhvers staðar starta sem á ekki fasta búsetu. En áður en við förum lengra inn í umræðuna hvað við eigum að gera við þeim vanda eins og við erum búin að vera að tala í allan dag og okkar hugmyndir raunverulega ríma svo óbáslega vel við það sem við búum að ræða í dag. Það langar með þess að brýna okkur á öðru atriði sem hefur mjög lítið verið rætt í dag. Og það ef við erum heimilislaus á þessum punkti, einhvers staðar byrjar þetta. Það er ekki. Maður verður ekki allt í einu heimilislaus. Hvar byrjar? Hvað þurfum við að gera til að fyrirbyggja að einstaklingur fari gegnum ævina sína og lendi hér, heimilislaus og úrræðalaus? Við þurfum raunlega, og þess vegna er svo mikilvægt að hafa þessa stóra hóp og í stjórnarráðinu þá vinnum við þvert á stjórnarráðið og þessi málefni snerta mismunandi ráðuneyti, Samband íslenskra sveitarfélaga og fólk með eigin reynslu og alls konar hagsmunasamtök og við þurfum að skoða þetta frá byrjunarleið. Og hvar byrjar þetta mál? Þetta byrjar á meðgöngu, þetta byrjar í fjölskyldum, þetta byrjar þegar við fæðumst. Og hvernig getum við fyrirbyggt að við lendum á þessum reyk þarna? Við verðum að hugsa þetta á heildstæðan hátt. Og þess vegna ætlum ég núna að stökkva inn í málefni barna. Því að einu sinni vorum við öll börn, það ekki? Og það er annar stýrihópur sem stýrihópur í málefni barna sem búin að vera að skoða hvernig kerfið í kringum börn og fjölskyldur Því að líka heimilislaust fólk á börn. Og við höfum séð það. Og það er ótal greiningar farið fram á kerfinu, á heilbrigðiskerfinu, félagskerfinu og sveitarstjórnum og dómskerfinu. Fjölmargar greiningar en það segja svolítið sama hluti. Og hvað segja þær? Þær segja að kerfin okkar, sem eru að mörguleyti algjörlega frábær, megum ekki gleyma því. En það er svona eitt sem er svolítið stórt vandamál hjá okkur.
það að við tölum ekki nógu mikið saman. Og það það að þegar ég kom hérna og kannski ólétt, að ég kannski þarf miklu meiri hjálp, við erum svo ótrúlega sterk á Íslandi, við erum svo miklu nafla. Ég þarf kannski alveg rosalega mikla hjálp, ég segi ekki frá því. Eða ég segi kannski félagsþjónustunni frá því, en ég segi ekki heimilislækningum mínum eða ljósmóðurinn frá því. Þannig að ég lendi á milli kerfa og fæ ekki það þjónustu sem ég þarf þegar ég þarf hana. Og svo fæðist barnið mitt. Og það kannski eitthvað að gerast á heimilinu mínu sem ég þarf nauðsynlega aðstoð við að barnið líka. En við fáum kannski ekki þá aðstoð því að við vitum ekki hvert að leysa. Og svo gerast hlutirnir og þetta er svona eins og það butterfly effect sem við kannski kannist við. Fyrir til blaka vangi einhver staðar sem hefur áhrif á vindin annar staðar og svo gerast alls konar hlutir og endar einhver útkomu á öðrum stað. Það sem ég ætla að segja í stuttumáli, ég tala mjög lengi þetta, þið verða að stoppa mig þá, en það er mikilvægt að hlúa að börnunum og fjölskyldunum til þess að fyrirbyggja frekari vanda. Láta fólk fá hjálp þegar það þarf fólk hjálp, svo sem húsnæðishjálp og líka geðheilbrigðishjálp. Og það er það sem við erum að reyna að skoða og innleiða að geðheilbrigði er bara eins og annað heilbrigði, við erum öll með geðheilbrigði, að það er að leggja rækt við það og stuðla því að okkur líður betur og við getum betur verið í stakk búin að takast á við erfiðleika lífsins. Og það er hlutir sem okkur er að kenna. Og þetta er við að skoða í heilbrigðisráðuneytinu og í samvinnu við önnur ráðuneyti. Þannig við þurfum svolítið að skoða kerfið og í stýrihópi í málefnum barna erum við að reyna að breyta kerfinu þannig að þessar fjölskyldur sem börn dekka ekki niður í þessi gráu svæði, þetta við getum lyft fólki upp til að standa á eigin fótum. Og þetta er mjög mikilvægt inn í þessu umræðu í dag. Við verðum að hugsa ekki bara hvað gerum eftir að vandinn er komin, heldur hvernig fyrirbyggjum það. Er þið með? Já, algjörlega með, gott að heyra. Þannig að við þurfum að hugsa það líka. Og það í vinstri, og það kannski skilaboðin að við í stjórnarráðinu erum meðvituð þetta og við erum að skoða þetta og þetta í vinstri. En langar ykkur að heyra hvað við vorum að hugsa í þessum stýrihópi? Kannski inntaki annað sem ég tala ekki rétt an, er þetta með mannréttindi og virðingu. Að mæta fólki það sem er að starta. Fólk sem er heimilislaust bara eins og þú og ég. Ég geti verið heimilislaus, þú geti verið heimilislaus. Það er alls konar hluti sem gerast frá því við fæðum sem geta valdið því að við förum aðra slóðun. Við erum á aðra slóðun við fórum. Og svo ef við hugsum núna aðeins, ég ætla ekki að lesa glöðuna. Hugsum svona hvað er grundvallaratriði þegar við hugsum velferð fólks. Það er að hafa þak yfir höfuðið. Ef ég hef ekki þak yfir höfuðið, hafði ekki komist í sturtu í morgun og bara gengi dagurinn með miklu verð. Og þetta er svona grundvallaratriði, þetta er svona grundvallarþörf okkar, kannast við píramída Maslows. Já. Og það er grundvallarþörfin bara skýli og föt kroppinn og hlýja og vera ekki kalt og matur og líka félagslega að hafa aðganga af öðru fólki. Maður manns gaman. Ekki einangrast. Einangrun svo óbúslega hættuleg. Því þá missum við tækifæri til þess að eiga jákvæð samskipt við annað fólk sem lyfti okkur upp. Ef við erum ein og við hefum ekkert að gera, þá verður hann hægt á því og sérstaklega ef maður er viðkvæmur fyrir að líðanin versni og maður einangri sig meira og meira. Þannig að við þurfum að hugsa húsnæðismálin sem grundvallaratriði og líka í einhverju samfélagi, þar sem fólk hefur aðgang á öðru fólki. Þannig að það sem við erum að skoða, og þetta er ekki geirinelda tillögur, eru housing first, þennan hornstein, grundvallaratriði fyrir velferð, að fólk hafi þak yfir höfuðið. Og við viljum svolítið, við viljum ekki vaða út í þetta. Eins og Juha var að tala er ég alveg að drepa tíman hérna? 5 mínútur. Nú mun ég tala mjög hratt. Það sem Juha var að tala áðan, ég var svolítið að ræða henni í hlénu, er það að við þurfum að aðlaga þetta okkar aðstæðum. Og eitt af því sem kannski því ég er vísindakona, að þá vil ég hugsa að við þurfum að mæla hvað við stödd núna, svo við vitum hvort að það sem við erum að fara að gera virkar. Og þegar við tölum fjölda heimilislausra, það svolítið vandi varðandi að mæla hversu margt fólk það er. Og það eitthvað sem við þurfum að leysa. Þannig að við viljum setja þetta mál í nefnd, verðum að gera, það má vanda okkur. Og hvernig við getum aðlagað þetta okkar íslensku aðstæðum.
Annað sem við þurfum að gera að koma með þjónustuna til fólks. Því að fólk, alveg eins og börn, þau biðja sjaldnast þjónustu þótt þau þurfa hana. Við viljum veita þjónustunni því hver sem fólk Við höfum svolítið verið að horfa til ACT-teimana sem við vorum að tala áðan. En svo kannski, og sérstaklega eftir að hafa rætt við Júha núna áðan, þá þurfum við líka aðlaga þá hugmynd að okkar veruleika. Til dæmis erum við í heilbrigðisþjónustunni með geðheilsuteymi út allt land sem að fara af stað. Kannski getum við tengt til dæmis vorteymið í Reykjavík við geðheilsuteymi. Einhvern veginn unnið betur saman. Við þurfum ekki endilega að finna upp alveg glænýja hluti, en við þurfum að vanda okkur við það. Þannig að þetta er svona það sem við erum að hugsa. Og þessi teymi verða einstaklingsmiðuð, þetta mæta fólki það sem statt, þverfaglegt og svo framvegis. Og að sjálfsögðu valdefling og styðja fólk til bata og sjálfstæðis. En svo það fólk sem þarf meiri hjálp. Og það fámennur hópur, en hann þarf svo sannarlega líka hjálp. Og þá fórum við að hugsa hvað getum við komið þessu fólki með miklar heilbrigðisþarfir og líka tvíþættan vanda eins og geð- og fíknivanda ofan í það og kannski orðið mjög fullorðið, hvað komum við því inn? Og við höfum verið í praxis að reyna að finna leiðir til að mæta þörfum þessa fólks. En það sem við höfum komist að að við erum ekki með neitt sem passar. Þannig að við þurfum að búa til eitthvað nýtt. Og það þarf að geta að verið eitthvað sem að hjálpa fólki félagslega en líka vandi heilbrigðismál. Þegar fólk verður sérstaklega lasið. Og heilsugæslan út allt land og hún frábær, en vitið þið, mér nú þess að uppbreyta hendur eða ekki, vitið þið að það að koma á heilsugæsluna og fá aðstoð á þess að tíma? Ef það eitthvað akut vandamál, hverju vita það? Já, sko, þetta var nú frábært. En þið eru örugglega ekki bara svo venjulega fólki á Íslandi. Fæstir vita þetta, en bara rosalega fegin að vita þetta. En þetta má, og það þarf einhvern veginn að efla tenginguna á milli heilsugæsluna og fólksins í landinu og sérstaklega heimilislausra. Það ákveðinn þröskuldur að koma inn á heilsugæsluna og setjast ég vann á heilsugæslu mjög lengi, setjast á viðstofuna innan alls konar fólk og þú kannski upplifir ennþá meira jaðarsettan heldur en áður en þú komst inn. Þetta þurfum við að laga. Og við þurfum að tengja félagsþjónustuna og heilbrigðisþjónustuna saman þannig að þeir sem vita ekki, sem sé ekki þið, heldur hinir sem vita ekki að það þetta nálgast heilsugæsluna, að þeir viti það og hjálpa fólk að koma þangað. Og innan heilsugæslunar þá þurfum við að efla þekkingu og vitund heilbrigðisstarfsfólksins á þessum sérstöku þörfum fólk sem á ekki heimili. Og það getum við gert til dæmis í gegnum þróunarmiðstöð heilsugæslunnar á landsvísu sem svona þekkingarmiðlun okkar. Þetta síðasta glæðan. Áðan sagði ég að þegar þú ert í einangrun og alein og hefur ekkert fyrir stafni, hvað þá líklegt að gerist? Eykur vanlíðan. Eykur vanvirkni og horfur þínar að spjara þig í lífinu minnka. Að eitt að setja þak yfir höfuðið, það annað að koma með heilbrigðisþjónustu, en hitt sem verður að fylgja einhver virkni. Ég þarf að hafa ástæðu til að fara fram á rúminu á morgnana. Hverju þurfa að hafa ástæðu til þess? Alveg bara fullt af ykkur. Merkilegt. Það allir svoleiðis. Og þess vegna þurfum við að finna leið til að koma fólki fram úr rúminu, fram út úr húsinu sínu, innan annað fólk. Og hvernig gerum við það? Til dæmis eins og Júha var að tala einhvers konar vinnuúrræði, einhvers konar lágþröskulda vinnuúrræði, einhver virkni. Það fullt af virkniúrræðum hérna höfuðborgarsvæðinu. En veit fólk endla þau? Nei. Við þurfum að tengja fólk inn í það sem viðeigandi því að fólk sem heimilislaust ekki allt eins. Það mjög ólíka þarfir og við þurfum að mæta þeim eins og Og það góða að það fullt í boði, við þurfum örugglega að smíða eitthvað nýtt, en þetta þurfum við að hafa í huga. Þannig ef við getum fundið einhverja leið, til dæmis að
fá einhvers konar vinnu sem að maður getur mætt í klukkutíma, 2 tíma á dag, 1 sinni í viku, 2 viku, eitthvað svona sem stabílt fyrirsjáanlegt. Aha, ég fer fram á rúminn í dag því ég veit að klukkan 2 á ég að mæta ekki að þetta hitt. Og bara rosalega mikið sviði. Og að lokum vegna þess að ég veit að ég er búin á tíma að treysta smá meira. Og þetta kannski það mikilvægast sem ég ætla að segja þetta. Og ég segi það sem manneskja og sálfræðingur. Heimilislausir, eins og við öll, þurfum að finna fyrir því að við trúum á þau. Gefa von. Ég trúi því að þú getur náð bata. Já, bataferlið alls konar, 3 skref áfram, 2 til hliðar, 4 aftur og bak, 1 áfram, alls konar. Að verðum, þetta svo mikilvægt, við verðum að setja von í hjálpina fólki og rétta þeim hjálparhönd. Þó það mistakist, þá gerir það bara aftur. Takk fyrir mig.